að þú fá hádramatískt jafntefli hérna gegn Blikum, svona hvernig metur þetta leik? Erfiður leikur á móti mjög góða liði sem var svona á bullandi siglingu, vinna 9 af síðustu 10 og svona í þessi títilbaráttu sem við vildum að vera í, en erum til miður ekki. Við erum svona í andra baráttu þriðja sæti og leikur var að bjóða upp á allt í dag. 4 mark, fullt af færum og eins og segir sko á endanum jafnvel að það alltaf markmið að vinna leikinn. Fyrirfram þá tókum við stíg með okkur sem verður mikilvægt í baráttu sem framöndan í síðustu 2 leikjum. Þannig svona þegar það flautað til leiksloka, gastu bara verið sáttur? Já, ég held það. Eins og segir alltaf, það alltaf markmið að vinna leiki og það bara engin þjálfari í heiminum sem vilja vera fyrirfram ánægður með stíg. En úr því sem var komið í leiknum og góður stíg fyrir okkur og hann ætlar að hjálpa okkur meira, en fyrir mig meira mikilvægt í dag var skref sem við erum að taka undanfarin vikur sem lið, sem í dag aftur án fullt af mönnum. Menn sem eru farin inn á Kópavogsvöll skila allt á vellunum, mikið samstaða, mikið stolt og svona vinnusemi og þannig verður varslið í framtíðinni. Tryggvi Hrafn skorar og leggur upp í dag, en er að spila í gegnum erfið meiðsli svona þetta bara? Já, hann er ekkert eini sem bara leggja allt fyrir liði og leggja allt fyrir klubbinn, og eins og ég kom inn á áðan, þannig verður grunnurinn í valsliði í framtíðinni og við erum að taka miklu skrefum fram á við undanfarin vikur í því. Svona hvernig er staðan á meiddu mönnunum, svona fyrir að styttast í menn? Já, ég vona það. Ég vona að núna kemur svona 2 vikna hlé og svona kærkominn tími fyrir okkur til að leggja hart að endurheimta flest eins við getum fyrir svona loka baráttu, en miðan eins og undanfarin leikjum svona andi í liðinu, svona eins og segir, mikið vinnusemi, mikið svona samstaða, þá skipta ekkert mikið máli hver verður kominn tilbaka, hver ekki, utan valsliðið verður byggt bara á stolt og samstæðu og þannig verður bara. Gylfi Þór utan hóps í dag, en er samt að fara í landsliðsverkefni núna, svona, hver er staðan á honum? Já, Gylfi gerði allt í gær og fyrradag til að spila í kvöld og var mikið villi og hann var betri og reyndi allt sem hann gat til að vera klár, en til miður það gekk ekki og ég sjálfur ekki búinn að hugsa neitt lengra en nema leikinn í kvöld og reyna að undirbúa hann eins best ég gat. Þetta stig í dag bara mjög gott stig inn í einmitt þessa Evrópubaráttu sem í? Já, eins og ég segir, búinn að vera svolítið erfiður tími á bak við okkur og stundum líka stöngin út, fá mark í síðasta sekúndu á móti FH og Víking og þú þarf að vera rosalega sterkur andlega til að fara í gegnum þessa leiki sem líka leiki í Víkinni sem við áttum bara í okkar hendum. En við erum að taka miklu skrefum fram á við sem lið og það svona sem gerir mér bara mjög ánægða og við ætlum að nota núna landsliðspásuna vel, endurheimta menn og æfa vel og vera klárir í síðustu 2 leikjum og ná okkar markmið að spila Evrópu næsta ári. Takk hérlega, Tófa.